Komið sæl aftur og hjartalega velkomin að Rauðaborðinu. Hjá mér góður gestur en það geisar fuglaflensa í veröldinni. Dr. Kristína Ásbjörnsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir það. Kannski byrja bara á að spyrja þig, þú ert faraldsfræðingur. Hvað í ósköpunum faraldsfræði? Faraldsfræðingar sem sagt rannsaka heilsu fólks, heilsu heilla þýða eða þjóða. Þannig að við erum að skoða munstur og útbreiðslu sjúkdóma og hverju veikjast og hvers vegna þau en ekki einhver önnur og áhættu þætti og verndandi þætti og svo framvegis. Já, þannig að þetta er mjög fræðilegt. Já. Þetta er svona fræðin á bakvið, bara hvað sem í rauninni, hósta og... Já, og þetta byrjaði, faraldsfræði byrjar sem grein sem aðalega að skoða smitsjúkdóma því það voru svona sjúkdómarnir sem við skildum best og svo höfum við svona með tímanum farið að rannsaka ósmitbara sjúkdómar sem eru þá krabbamein og hjartasjúkdómar og svo yfir í geðheilbrigðissjúkdóma og líka slys og ofbeldi og allt mögulegt sem hefur áhrif á bara mannlega heilsu. Og það voru nú kannski, við höfum heyrt alltaf svona af og á af einhverju fyrirbæri sem heitir fuglaflensa. Þetta er nú eitthvað svona sem ég held að ég hef heyrt fyrst af þessu bara í kringum 20 eða eitthvað. Þetta er eitthvað svona sem hefur svona vofað yfir okkur eitthvað neginn sem einhver ógn úr fjarska en nú sjáum við fréttir úr Vatnsmýrinni hérna helgina þar sem að hafa fuglar fundist, bara hræ í tugatali. Hvað er eiginlega að gerast? Er þetta eitthvað sem við þurfum að óttast? Fuglaflensan er einn af þessum sjúkdómum sem er alltaf verið að vakta vegna þess að hann telst hafa þann möguleika að verða hugsanlega að faraldri í fólki og jafnvel þá að svona heimsfaraldri í fólki eins og við þekkjum frá COVID. Og í rauninni löngu áður en COVID kom fram á sjónarsviði þá var verið að horfa á fuglaflensu og hvort að það væri næsti sjúkdóminn sem við þurftum að hafa áhyggjur af. Og hingað til hefur fuglaflensa, það er alltaf fuglaflensa í dreifingu á milli villtra fugla, bara svona eins og það er alltaf mannaflensa að ganga á milli fólks og hún gengur í bylgjum alveg eins og hjá fólki og það eru ný svona afbrigði og stökkbreytingar sem eiga sér stað og það er bara eitthvað sem að flensuveirur gera en svo koma stundum afbrigðir sem að við höfum meiri áhyggjur af heldur en önnur og það gerist þegar við förum að sjá svona mikið af villtum fuglum sem er að drepast úr fuglaflensu og núna er á Íslandi að finnast töluvert af þessu sem heitir H5N5 afbrigði af fuglaflensu í villtum fuglum og eins það var sama afbrigði sem að koma upp í alifuglum fyrir jólin. Og það er svona það sem að getur gerst er að þessi flensa sem er alltaf í gangi hjá villtum fuglum getur komist í alifugla og alifuglar eru náttúrulega í miklu nánara samneyti við fólk og þannig að þegar það hafa komið upp tilfelli í fólki ekki á Íslandi heldur bara svona í heiminum þá hefur það yfirleitt verið fólk sem að vinnur innan alifugla eða er með sína eigin alifugla í bakarunum hjá sér svona að eiga hænur til þess að tína úr þeim egg eða svoleiðis. Já, og hvað getur við, hvernig þegar þetta smitast í fólk? Nú talaði það var á Vísi í dag, það voru svona greinagóð lýsing á dauðastríði aumingja dýrana, þetta er þetta bara hryllilegt. Það er svona eins og þau fara að haga sér svolítið undarlega og er erfitt með að ná andanum og eitthvað svona. Er þetta eitthvað sem leggst alveg eins og fólk eða er þetta öðruvísi eða svona þessa örfáu aðila sem eru í tengslum við svona dýr? Tilfelli sem að hafa sést í fólki, það er reyndar aðeins annað afbrigði H5N1 sem er að ganga í Bandaríkjunum eins og þar er verið að vakta mjög náið, það hafa komið upp ég held að sé ekki einhver 24 eða eitthvað staðfest tilfelli en almennt þegar við höfum verið að sjá smit úr fuglum og yfir í fólk þá getur það verið allt frá því að vera bara mjög milt, þetta er svona eins og að fá kvef og yfir í að vera frekar alvarleg veikindi og lungnabólga og svona og það gerðist núna held ég bara hvort það var í þessum mánuði eða síðasta það var eitt dauðsfall í Bandaríkjunum sem var sem sagt maður sem að dó úr fuglaflensu en það er ekki mörg svoleiðis tilfelli skráð en það er náttúrulega það sem við höfum áhyggjur að vera flestir smitsjúkdómar geta verið á rófi frá því að vera bara mjög minniháttar og yfir í að vera frekar
alvarlegir og sá aðili var vissulega með undirliggjandi sjúkdóma, það ekki búið að gefa út hvaða undirliggjandi sjúkdóma en þetta sem sagt það var ákveðið svona sjokk að sjá einhver deyja úr fuglaflensu því að yfirleitt hefur þetta verið þegar þetta kemst í fólk tiltölulega svona mild, já, fyrir svona mildum hundum og þessa einstaklinga þá sem eru í miklu samniti við alifugla. Já, það nefnilega það sem að hefur alltaf verið að sko fuglaflensan getur smitast úr fugli og yfir í spendýr og þar á meðal úr fugli og yfir í manneskjur en hefur hingað til ekki verið með þá stökkbreytingu sem að gæti orðið til þess að hún fær að smitast frá einni manneskju til annarar og það þegar sú breyting verður, þegar að veikur einstaklingur getur smitað aðra, þá getum við farið að sjá faraldra. En meðan að öll tilfelli í fólki eru rekjanleg til beinna snertingar við fugla, að þá tölum við það að þetta sé ekki komið á það stig að þetta sé faraldur sem getur orðið í mönnum. En hins vegar erum við búin að sjá núna á Íslandi og eins og hefur sést áður að fuglarnir hafa verið að smita spendýr, bara ekki manneskjur. Þannig að það hafa það eru staðfest smiti í 2 köttum sem að hafa drepist úr fuglaflensu, já. Já, það er og það er þá en það væri þá í rauninni lítil smithætta af tíðum heimilisköttum í heimilismeðlimi. Já, allavega erum við ekki með nein staðfest tilfelli þess á heimsvísu að það hafi gerst. En það er alltaf það sem við höfum áhyggjur af þessi litla breyting sem að gæti orðið það sem að vírus sem að þarf að berast beint úr fugli í spendýr færi allt í hann að geta borist frá spendýrum til annara spendýra og frá fólki til annars fólks. Og hingað til höfum við ekki séð það gerast en þetta er það sem er alltaf verið að vakta. En hvað nú er þetta aðalega gæsir eins og í Vatnsmýrinni sem hefur, er eitthvað svona hvað á fólk að gera ef það bara gengur fram á svona hræ? Þá á að tilkynna til Matvælastofnunar og Matvælastofnun á að halda utan fréttir af þessu og það er verið að færa þessi hræ til rannsókna til þess að kanna hversu útbreitt það er að þau fuglahræ sem við sjáum séu vegna fuglaflensu og þannig að það er ekki spurning þá ekki að vera feimin við að láta vita af því að betra að hringja á ofteldan og sjaldan og líka því lengur sem að hræin liggja því líklega er náttúrulega heimilis gæludýr komist í fuglarhræ og það þekkja að flesta dýra eigendur að mjög mörg dýr eru áhugasam hræ sem þau finna á víðavangi og það er náttúrulega aldrei skemmtilegt en það er sérstaklega svona varhugavert akkurat núna. Já. Hvernig nú er Baldur hundurinn minn, hann fer oft í göngutýr í Vatnsmýrinni og þar í kring og hann borðar gæsakúk svona ef hann kemst í hann. Já. Mér finnst það verið rosalega viðbjóðslegt en þetta er það besta sem hann veit. Er þetta til dæmis eitthvað svona sem að ætti að varast? Gæti hann smitast af kúk? Hann gæti hugsanlega gert það, já. Fuglar smita hver annan fyrst og fremst í gegnum fuglaskít. Þannig að það að þó að flest staðfest tilfelli séu kannski af beinni snertingu við hræ að þá vitum við að það er mjög mikið af veiru í fuglaskít þannig að ef það er hægt að samfara dýrunum að láta gæsaskítin vera akkurat á meðan við erum að bíla við þetta. Vera með mjög stuttum taumi. Já, einmitt. Ræða þetta mjög alvarlega. Þetta sé kannski ekki tíminn. Nei, einmitt. Ég fæ alveg svona hroll því ég hugsa þetta. Þetta er svo hræðilega ógeðslegt. En þetta myndi ég nú segja sko nokkuð jákvæðari viðbrögð frá þér fagaðalega heldur en að maður hefur séð svona við gripum sig ákveðið svona æði kannski á samskiptamiðlum og hún Oddný Eir samstarfskona mín var að segja mér að við höfum nú bara fengið sérstakar fyrirspurnir það að fá til okkar í dag eitthvað til þess að ræða fuglaflensunum því fólk þetta bara mjög hrætt. Já. Og það er náttúrulega vegna þess að þrátt fyrir að það sé ekkert mikið af dauðsföllum sem er hægt að reykja til fuglaflensu í fólki, þá eru líka mjög fá tilfelli vegna þess að tilfellin koma öll frá
beinni snertingu við fugla. Þannig að það mjög skiljanlegt að fólk hugsi, já en ef þetta færi nú að dreifa sér miklu víðar og það væri einhver ákveðin prósenta sem að verði mjög veik og jafnvel lendir í lífshættu, að þá gæti þetta orðið mjög alvarlegur faraldur og þess vegna hefur við alltaf verið að vakta fuglaflensuna með tilliti þess ef hún tæki nú upp á því að fara að smitast mann á milli. En eins og staðan er núna, þá er aðalmálið bara að nálgast ekki fuglaræ af villtum fuglum og ekki heldur veika fugla. Það hefur sést svona undarlega hegðun, villtir fuglar sem að leita meira í fólk heldur en venjulega, eru kannski eitthvað bara ringlaðir og ekki líka sjálfur sér. Það hljómar svona zombie-bíómynd. Já, svona leiðilegt að segja það, en þú veist, ef að fuglar eru eitthvað sérstaklega áhugasamir fólk, þá maður kannski frekar að draga sig í hlé heldur en að leyfa þeim að nálgast. Já. Og svo þetta passa upp og að dýrin mann komist ekki í hræ og svona reyna að draga úr umgengni við fuglaskít. En svo er það líka bara þeir sem að hafa ástæðu til þess að snerta fugla, sem eru að halda fugla eða vinna með alifugla. Þetta er alveg sérstaklega áríðandi að passa upp á sótturinn svona á höndum og svona núna meðan á þessu stendur. En allavega hingað til er ekki ástæðu til þess að almenningu sé að hafa mjög miklar áhyggjur á eigin heilsu, þó þetta sé náttúrulega eitthvað til þess að... Já. Þetta er ekki skemmtilegt. Nei. En nú eru til alls konar fuglar. Hvað með fugla eins og eru bara páfagauka? Er þetta eitthvað sem getur borist inn á heimilin bara í páfagauk? Sko, gæti gerst. Þeir eru alveg móttækilegir fyrir fuglaflensuveru eins og aðri fuglar, en í flestum tilfellum þá náttúrulega eru þeir ekki komast í beina snertingu við villta fugla eða í rauninni fugla utan síns heimilis. Þannig að þá eru svona ekki margar smitleiðir en jú, þeir eru alveg móttækilegi fyrir þessu, alveg eins og alifuglarnir þar sem að smiti kom upp fyrir jólin, þannig að þetta er kannski það eru litla líkur á því fyrir fugl sem að býr nú þegar inn á heimili en ef að það er að koma nýr fuglin á heimili að þá hugsanlega gæti hann hafa smitast þar sem hann bjó áður eða ef að þeir einhvern veginn komast í snertingu við villta fugla, þá er það alveg hugsanlegt. Já. Og það er bara, einmitt, þessar smitleiðir, þær eru ekki svona með lofti, þær eru í kúk og hræjum og svo kjöti. Og kjöti, já. Og það er ekkert eitthvað sem er hægt að steikja úr kjöti. Jú, það er náttúrulega bara eins og með aðra sýkla að fullelda alltaf fuglakjöt. Fuglakjöt er sérstaklega móttækilegt fyrir því. En já, þess vegna var verið að vakta svona náið þegar það kom upp smiti í alifuglum að vegna þess að það er hugsanlegt að smitast af kjöti líka. Já. Þannig að einmitt, það er bara gegnumstekið og það gera það nú allir heldur. Já, hlum vona það. Já, Kristjana Ásbjörnsdóttir, doktor Kristjana, faraldsfræðingur og bara takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta svona nánar fyrir okkur, skref fyrir skref. Það er ekki mikið óttast ennþá, en við höfum augun opin og þig á línunni kannski. Já, og ringjum í Matvælastofnunni og rekumst á dýr á þessast hræ á almannafæri. Akkurat, takk hérlega fyrir þetta. Ok, það var lítið. Og tókið við það meira hér handa við hornið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.